Höldum næst til Dalvíkur, þar starfrækt rótgróið fyrirtæki Sæplast. Saga Sæplasts nær aftur til ársins 1984. Sæplast án efa meðal þekktustu útflutningsfyrirtækja landsins, framleiðsla á hverfissteyptum einangruðum umbúðakerum þungamiðjan í starfseminni. Starfsmenn hátt í 70. Sæplast hluti af stórri alþjóðlegri fyrirtækjasamstæðu. Sæplast dótturfyrirtæki breska félagsins RPC Group sem rekur nærri 90 verksmiðjur víða heim. Þetta eru tugir þúsunda eininga sem framleiddar hér á ári og í mörg þúsund tonn af plasti sem við framleiðum og mikill hluti af því fer aftur svo í okkar vörum til útflutnings. Þannig að þetta útflutningur skiptir okkur geysilega miklu máli. Þannig að vörunúmerin fjölmörg? Já, og það eru mörg afbrigði. Það er hægt að fá alls kyns afbrigði, menn vilja með tappagötum og ýmsum litum og svo þetta jafnvel eins og leir, að við sögum þetta í sundur og límum saman upp á nýtt til þess að koma til móts við þarfir viðskiptavinnarins. Þessi verksmiðja hérna á Dalvík, hún mjög sérhæfð. Já, hér gerum við í rauninni ekkert annað en okkar vörur, okkar svona tanka, rotþrær og þess háttar og svo aftur þessi ker. Það er framleiðsluvaran. Þið starfið væntanlega eftir fjölmörgum stöðlum alls kyns. Já, hér þarf að uppfylla ýmsar kröfur, bæði þessar náttúrulega bara svona almennu rekstrarkröfur til svona iðnfyrirtækja en þessu utan eigandinn með miklar áherslur í sambandi við til dæmis öryggismál. Við erum í svokallaðri núllslysastefnu frá þeim að hér á ekki að gerast nein slys. Og svo eru sívaxandi kröfur á okkur umhverfisvottanir og þess háttar og á næstu árum erum við klárlega á leið í slíkar vottanir. Framleiðslukerfið nokkuð flókið þótt kerin séu við fyrstu sýn nokkuð einföld, en hvaða atvinnugreinar kaupa helst slík ker? Sjávarútvegur og hefur verið okkar lifibrauð. Við erum að selja hör til útgerðarmanna fyrir veiðarnar og fyrir vinnsluna líka, hvort sem heldum sem til notar borð í veiðiskipunum eða inn í vinnsluna eins og inn í saltfiskvinnslum. Það gríðarleg karaþörf yfirleitt, þannig að það okkar stærstu greinar. En mjög víða erlendis erum við að selja kör í miklu magni inn í kjötvinnslur, inn í próteinvinnslur, inn í gæludýrafóðurvinnslur og svo í endurvinnslu á alls kyns efnum líka. 80% framleiðslunar fara til erlendra viðskiptavinni. Almennt erum við viðurkenndir sem leiðandi aðili í framleiðslu á svona ílátum. En vissulega erum við að glíma við talsverða samkeppni erlendis, bæði á ílátum sem svipar mjög til okkar, bæði hér heima og erlendis og svo á alls kyns ílátum úr alls kyns efnum líka. En yfirleitt erum við álitnir í betri kantinu. Þarfirnar mismunandi eftir atvinnuvegum? Já, það það. Í fiskvinnslu og fiskveiðum þá hefur áherslan verið lögð á vöruvöndun og að körin fari vel með fiskinn og haldi honum köldum, meðan að oft erum við komnir út í kjötvinnslur og slíkar vinnslur og þá aðaláherslan á endingu og á styrk. Því að flutningarnir og meðhöndlun á lyftaran, hún tekur sinn toll. Hefur framleiðslan tekið miklum breytingum á undanförnum árum? Já, framleiðslan hefur tekið breytingum og við erum alltaf að þróa nýjar vörur og við erum að stækka kassan, minnka kassan, breytum lögun og finna nýja notkunar möguleika. En markaðurinn að sjá alltaf meiri og meiri not og við förum alltaf nýjar leiðir. Hólmar segir að hæglega megi skilgreina Sæplast sem nýsköpunarfyrirtæki. Hann segir að Sæplast sé ótvírætt leiðandi á heimsvísu á sínu sviði. Við þurfum stöðugt að fylgjast með hvað að gerast á mörkuðum,
Við erum nú er að byggja ný skip, fiskiskip að koma í flotann og ferskfiskurinn og svona. Þá verðum við að fylgjast með hvaða þarfir hafa útgerðirnar og hvernig getum við komið sem best til móts við það. Og svo líka bara út í heimi, þar eru ýmsir aðilar með allavega sívaxandi mæli einhver færibönd og eitthvað og það sem til á markaði hentar ekki og þá tiltölulega ódýrt með við svona plastgeiran að búa til mót hjá okkur og keyra tiltölulega lítil upplög. Það styrkur svona hverfisteypunnar. Nýlega fengum við mikinn styrk til þess að hanna nýtt ker sem að við miðum við að geti aukið hagkvæmni í flutningum, sérstaklega í flutningum þegar að kerin orðin tóm, en leið leggja svolítið meiri áherslu á gæði og vöruvöndun á hráefninu. Og framleiðslan mikil. Ekki óalgengt að frá verksmiðjunni fari 10-40 feta gámar á viku, 8 þeirra fara til útlanda. Hérna eru appelsínukör fyrir aftan okkur sem að fara bara austur á Seyðisfjörð. Svo eru þessi grænu, þau fara til Þýskalands. Það eru kör þarna sem að fara til Póllands og Englands. Þannig að við erum á hverjum degi að vinna oft fyrir 4, 5, 6, 7 þjóðir, mismunandi fyrirtæki. Þetta spennandi starfsumhverfi? Já, það mjög spennandi. Það mjög margt að gera, þetta mjög dýnamískt umhverfi. Sérstaklega má þó segja með íslenskan sjávarútveg að hann ber á okkur með nýja hluti og nýjar leiðir. Þannig að við verðum að gera svo vel að vera algjörlega á tánum, bæði gagnvart að þjónusta okkar viðskiptavini og gera eins vel fyrir þá og við mögulega getum. Einhver kann að segja að verksmiðjan sé ekki á réttum stað á Dalvík, miðað við að sé að ræða stórt útflutningsfyrirtæki. Því framkvæmdastjórinn alls ekki sammála. Nei, það alls ekki þannig. Þessi framleiðsla nú þannig að hún ekki bara sjálfvirk, við kveikjum ekki bara vél á morgnana og slökkum þegar við förum. Þetta hafa stöðugt að vera að stilla þetta og læra á þetta og bregðast við ýms konar efnum og umhverfisþáttum sem hafa áhrif. Þannig að það gífurlegur auður hér í mannauðnum okkar og þess vegna viljum við vera hér.